Erla Björnsdóttir sálfræðingur og doktor í líf- og læknavísindum og svefnsérfræðingur. Í doktorsnámi sínu rannsakaði Erla svefnleysi, andlega líðan og lífsgæði hjá sjúklingum með kæfisvefn. Í þessu spjalli tengjum við svefnin saman við líkamlega og andlega heilsu og förum við það hvernig þetta veltur allt saman á hvort öðru og býr til gott jafnvægi eða, það sem verra algjöran vítahring. Erla mjög skipulögð og markmiðadrifin, svo við byrjum spjallið á að rýna aðeins inn í heim markmiðasetningar og jákvæðrar sálfræði. Ísey Skyr býður upp á handhæga og bragðgóða prótendrykki og ekki bara handhæga og bragðgóða, heldur einnig kolvetnaskerta og fituleysa prótendrykki. Fyrir makrónördana núti 23 gram af próteini í hverri fernu og í kringum 150 kaloríur. Það heldur góða díll. Þessi drykkir koma í 3 bragðtegundum, þar á meðal einn þeirra með mango, spínat og engifrébragði. Það góð blanda. Hollblanda. Kjörið að grípa þetta með sér hvert sem förin heitið, í skólan, vinnuna, til sýslumannsins í Kópavogi. Ég hef ekki kíkt þangað lengi. Sýslumaðurinn í Kópavogi á ekki skilið þetta leiðindatal frá degi til dags. Ég sé að mér. Mér leið eins og ég var þarna 2 á dag þegar ég var frá bílpróf, en svo hef ég bara ekki farað þangað síðan. Allavega, ef þú fer til sýslumannsins í Kópavogi að biðja heilsa og það kjörið að taka Ísey Skyr prótendrykk með sér. Líkamleg, andleg og stafræn heilsa. Origo sér stafrænar lausnir, viðskiptalausnir, öryggislausnir og sjálfsafgreiðslulausnir fyrirtækisins. Origo getur þetta allt enda leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og starfar nokkurn veginn eins og tölvudeildi rúmlega 100 fyrirtæki. Það líka góða líkur á því að þið gefna á starfar á Íslandi að þú sem launþegi fái launin greidd úr kjarna launalaust Origo. Eins og 30.000 aðrir samlandarðinir. Einhver heiðurshópur af launþegum þarna saman komur. Þú veist að það skipulag. Þú varst með munum. Já, með það líka. Og með það? Já. Herru, byrjum þetta á því. Ég ætla að fá að spyrja það svo til það. Já. Doktor Erla Björnsdóttir, verður velkomin. Takk. Doktornafbótin hún góð. Já, ég vann vel fyrir henni, það gott að hafa hana. Já, það ekki. Þetta, þú verður svo doktor í sálfræði eða hvað? Nei, ég sálfræðingur í grunninn, en doktor í líf- og læknavísindum. Líf- og læknavísindum? Já. All right, það alvöru. Það alvöru. Við vorum að nefna þenn munum dagbækurnar. Já. Þær hugarfóstur þitt eða hvað? Já, ég og Þóra Hrund, vinkona mín, þetta svona okkar hugmynd og spratt eiginlega út frá okkar eigin þörf fyrir góða dagbók og gott skipulag. Þannig að við gáum þetta út fyrst fyrir 5 árum síðan og heldum að það væri rosa fáir sem væru ennþá gamaldags að skrifa í dagbækur, en þetta aldeilis sprakk í andlitið okkur á góðan hátt. Þannig að þetta 5. árið sem að munum dagbókin kemur út og bara aukning hvert einasta ár og komnar á erlendan markað og svona, þannig að það rosa spennandi. Ert þú eitthvað í samt, út af ég hef átt svona dagbók og nota hana svona drjúgan part af janúar. Akkurat. Kannski svolítið klassíst. Margir þar. Já, en þú ert væntanlega þessi skipulaða típa, fyrst þú ert allan að búa til þessa dagbók út frá eigin þörfið, ekki? Jú, ég rosa skipulögð og markmiðadrifin af því að það bara sparar tíma. Ég á 4 börn og það mikið að gera og ég vil eiga frítíma líka og ég bara fundið að með góðu skipulagi þá fókusinn betri og mér verður meira á verki, þannig að, já. Markmiðadrifin, það eitthvað, erum við að sjá einhverju tengingu þarna við sálfræðimenntunina? Örugglega, bara ég auðvitað með minn svona vísindalega bakgrunn mikið í rannsóknum og rannsóknir bara sína það alveg skýrt að þeir sem sitja sér markmið þeir ná meiri árangri og við erum oft látum setja okkur markmið í vinnu og fyrirtæki sem ekki hefði stefnu eða markmið það væri væntanlega ekki vænlegt til árangurs og það auðvitað alveg sama við okkur í okkar persónulega lífi. Við þurfum líka að hafa markmið og ákveðna stefnu og sýn í okkar lífi til þess að ná árangur og til þess að ná langt. Þannig að ef maður horfir á fólk sem að skara fram úr á sínu sviði, alveg sama hvort að það í íþróttum eða í starfi eða í sínu persónulega lífi, þá á þetta fólk yfirleitt allt sameiginlegt að vera með mjög skýr markmið og svona fókuseraða leið að loka markinu. Og það nefnir íþróttir þarna, íþróttasamfélagið náttúrulega bara byggt upp á ég ætla ekki að segja þessi byggt á markmiðasetningu en það mjög auðvelt að klífa einhvers konar stiga eða miða á einhvers konar toppa á tímabilinu bara eins og heimsmeistaramót, Evrópumót, Norrlandamót, bikamót, Íslandsmót og það getur stemt á okkur sæti og í þessum flokki og en það einhvern veginn eins og saman alltaf með fyrirtæki þú kemur inn í eitthvað fyrirtæki þá býst við því að stjórnandur séu búin að vera búa til einhvers konar stefnu og markmiðasetningu fyrir starfsmenn en síðan þetta alltaf markmiðasetningin í svona engalífinu. Hún ekki það erfiðasta? Hún getur verið það, því við kannski erum ekkert að gefa okkur endilega rými til þess að hugsa, hvað drauma á ég mér, hvað langar mér að upplifa og við erum líka alltaf að setja allir þessi takmörk á okkur, við þorum ekki að leyfa okkur að dreyma stórt.
við erum hrætt við mistök eða hvað ef þetta fer ekki nákvæmlega eins og ég ætlaði mér eða hvað ef einhverjum öðrum finnst þetta asnalegt eða eitthvað slíkt. En þetta er einmitt það sem við erum að reyna að kenna með dagbókinu og á þessum námskeiðum sem við erum að halda, að fólk eigi að setja sér stór markmið og dreyma stórt og síðan að búta markmiði niður og vera með mörg skref og marga áfanga, þannig að sé mitt alltaf stutt í næsta mark, alveg eins og bara við sjáum í íþróttunum, það sem þetta er gert mjög fókusur og mjög rétt og það er mjög auðvelt að gera þetta í persónulegu lífi af því að ef við förum að hugsa það, þá eru þetta margt sem okkur langar að læra og sjá og upplifa og þetta er kannski oft eitthvað sem fólk fyrir að hugsa ef það lendir í áföllum eða greinist með alvarlega sjúkdóma að þá fyrir við endurskilgjörna lífið og þessi svona klassíski bucket listi, þetta er eitthvað sem fólk gerir kannski ef það átt að segja á því allt í einu að þá ekki ótakmarkaðan tíma eftir ólifaðan að þá ætlum við að fara að lifa lífinu og elta draum okkar en af hverju ekki bara að byrja strax. Já, nákvæmlega og eins og þarna þú talar að leyfa sér að dreyma stórt og svoleiðis, er það þú ert talað að halda þessi námskeið, finnst þér það vera eitt af þessu stóra sem fólk er að flaska á að bara í rauninni hafa ekki trú á sjálfu sér, er þetta ekki nokkuð sterk tenging þarna á milli? Jú, algjörlega, ég held við séum oft svona búin að setja okkar eigin hindranir fyrirfram og þessi ótti við að gera mistök, við erum svo hrætt við mistökin og ef við dæmum okkur oft svo hart og hrætt við með álit annara og allt þetta en ef maður skoðar fólk sem að nær árangri að allir þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að hafa gert ótrúlega mikið af mistökum og mistök eru algjörlega frábær, við eigum að gera mistök, við eigum bara að læra af þeim og þannig að það er svo mikilvæg lærdómur og mér er oft gott að hugsa barnið sem er að læra að ganga að barninu mistekst 100 sinnum og það dettur á mismunandi vegu en við förum aldrei að afskrifa barnið og segja, já, þú ert búin að detta 50 sinnum, þetta er bara ekki fyrir þig, þú lærir ekkert að ganga. Það reynir bara að þanga til það tekst og við þurfum svolítið að gera þetta líka. Ef við höfum trú á einhver verkefni og eigum einhver sterkan draum, að þá þurfum við bara að reyna nýjar leiðir, þanga til við náum loka markmiðun okkar og númer 1, 2 og 3 að hafa trú á okkur sjálfum, því ef við höfum hana ekki, þá er mjög ólíklegt að við náum árangrunum. Ég held líka þarna að svona dagbækur og einhvers konar skipulag kringum markmiðssetningu fái mann til að taka mjög stórt skref sem er að skrifa þetta niður út af því að ég geti spúað yfir þig hlutum sem er langar til að gera og ég pælti að væri sniðugt að gera það var gaman að tala þetta tungumál eða kunna á þetta hljóðfæri eða whatever en það er allt bara svona pælingar, lauslega mótaðar pælingar. Og þetta er algjört lykilatriði sem kemur inn á þarna vegna þess að skrifa niður hluti skiptir rosalega miklu máli og til dæmis með markmið að rannsóknir sýna það að við skrifum markmiðun okkar niður, jafnvel þó við tökum bara blaðið og krumpum það og hendum í rusli leiður að skrifa það niður, þá erum við strax 40% líklegir til að ná markmiðinu bara með því að skrifa það niður. 40%? 40%. Það er stór tala. Það er mjög stór tala. Þetta verður einhvern veginn raunverulegra og þetta horfir öðruvísi við manni, þetta er komið á blað og það kannast kannski einhverju við að hafa einhvern tímann skrifa svindlmiða í barnaskóla þegar maður var að fara í próf, maður þurfti aldrei að kíkja á hann miða því maður myndi svo vel hvað maður skrifaði á miðan. Þannig að er þessi sterka tenging við að skrifa. Með pínu lítið letur búin að koma hálfur í bókin á hann litla miða. Nákvæmlega. En af hverju leiðist út í sálfræðina? Var þetta bara eitthvað sem þið langaði að pröfa eða langaði að læra eins meir eða hefur alltaf haft þennan áhuga á þessu? Já, ég hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga á mannlegri hegðun og fólki og ég er mjög forvitin að eðlisfari og það kannski kveikti svona þennan áhuga á ýmsum geðröskunum og sjúkdómum og síðan eftir ég byrjaði sálfræðinni þá fór ég að hafa líka rosalega mikinn áhuga á hinum endanum, á jákvæðri sálfræði, hvað einkennir fólk sem er hamingjusamt, hvað einkennir fólk sem nær langt, þannig við sem ekki alltaf bara að skoða þá sem eru veikir, þannig að mér spáðir endarnir mjög áhugaverðir og þetta er fyrir ungt fag og það er margt sem við erum eftir að uppgöta og ég ætlaði mér alltaf í læknisfræði þegar ég var ung og svo hugsaði ég svolítið þetta í dag að ef við hugsum líkamann og sálina sem svona hardware og software og við líkjum þessu bara við tæknina að einhvern veginn hér áður fyrir að þá var hardwareið allt sem skipti máli, talvan og tækin og líkaminn og læknisfræðin gengur út á það að gera við hardwareið en við erum alltaf að átta okkur meira og meira á því hvað softwareið skiptir miklu máli og heilastarfsemin og sálin og ég held að þetta hafi mun meiri áhrif á líf okkar og heilsu okkar en við gerum okkur grein fyrir og við erum að sjá það bara í rannsóknum að streita til dæmis er eitt stærsti skaðvaldur nútíma samfélags. Einmitt, hann Tryggvi Hjaltason sem ætla sér að vera 200 ára, hann var hjá mér daginn og hann talaði um bara streita er eitt af því sem stendur í vegi langlífi mannsins. Algjörlega. En hvernig þegar fólk talar streitu, þarf það endilega að vera einhvern veginn ástandið að líða eins og sé stressaður eða er þetta margslungnar en það? Þetta getur verið mjög lúmst og streitan læðist aftan að manni og fyrstu einkenni streitu eru mjög oft líkamleg, þannig að þetta geta verið höfuðverkir, vöðvabólgur,
ógleði, og þá er maður alltaf svo gjarn á að taka bara verkjalíf eða reyna að fara í nudd eða eitthvað svoleiðis, slaka á öxlunum algjörlega, og ef maður er búin að vera í langvarandi streitu ástandi þá kannski bara fattar maður þetta ekki og það er til dæmis mjög algengt að fólk leiti bara bráðamóttöku út af hjartsláttuóreglu og heldur kannski að sé fá hjartaáfall en það er bara streitan sem er þarna baki og þess vegna oft þegar fólk klessir á þennan vegg, lendir í einhvers konar kulnunar ástandi og líkaminn bara gefur sig og fólk fyrir að líti við farin veg að þá fer fólk að sjá allir þessi rauðu flögg sem að það bara tók ekki eftir að því við keyrum bara áfram en líkaminn er að senda okkur ákveðin skilaboð ef við erum með einhver ítrekuð óeðlileg einkenni og þetta svefnleysi líka er eitt svona fyrsta streitu einkennið. Streita er algjört eitur fyrir svefn og það er erfitt að sofa þegar við erum stressuð og kvíðin. Þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að vera vakandi fyrir. Og þetta er væntanlega vítahringur sem þú ert þá búin að opna á ef að streita eyðileggur svefnin eyðileggst og hann eykur streituna býst ég við? Algjörlega, þetta verður algjör vítahringur og þegar við erum illa sofin þá erum við meira ójafnvægi tilfinningalega. Þráðurinn okkar er styttri, það þarf svona minna til að koma okkur út af laginu og við erum útsettari fyrir streituvöldum og við höfum lélegri varnir og til lengri tíma erum við auka áhættu á kvíða og þunglyndi þannig að sambandi virkar algjörlega í báðar áttir. Þú varst að tala um að þetta var svolítið ungt fag, ertu að tala um jákvæða sálfræði? Bara í raun og veru sálfræðin almennt, þó hún eigi sér auðvitað langa sögu, þá er þetta ekki eins og læknisfræðin og það er svo margt nýtt sem við erum að uppgöta og alveg sem er jákvæða sálfræðina, hún er ung og það er ekki langt síðan við byrjuðum með að rannsaka þá sem eru hamingjusamir og þá sem að líður vel og þá sem ná langt og alveg svo bara í mínum rannsóknum að því ég er fyrst og fremst í svefni að það er ótrúlega spennandi að því að það er svo margt þar sem við vitum ekki. Við vitum bara svo margt mikilvægi svefns en þetta er svolítið eins og að rannsaka hafið. Það er fullt annað líka sem við vitum ekki og alveg sem er drauma og annað. Það er mörgum spurningum ósvarað og það er það sem að gerir þetta svo spennandi. Einmitt. En þetta, út af ég spurði hvort þú farið inn í þetta á áhuga á sálfræði, ég einhvern veginn svona gerir ráð fyrir þetta sem þú talar um hvað enginn þá sem eru hamingjusamir eða þeir sem ná langt eða hvað sem er. Ég held að allir hafi áhuga á því og það er einfallega öllum, þú veist, það er ekki til sá einstaklingur sem langar ekki að vera hamingjusamur. Ert þú sjálf búin að gera eitthvað rannsóknir á þessu eða fást við þetta að einhverju dýpra leveli? Ég er ekki sjálf að stunda rannsóknir á jákvæða sálfræði. Ég hef rosalega mikið áhuga á henni, ég les mig mikið til jákvæða sálfræði og við notum þetta mjög mikið í dagbókinni okkar, munum dagbókinni og við erum líka með námskeið þar sem við erum að kafa dýpra í þessi fræði og erum að láta fólk vinna ýmis verkefni til þess að hjálpa fólki að efla jákvæða hugsun af því að við höfum val það hvernig við veljum okkur í daglegu lífi og það er rosalega mikið neikvæð áreiti í samfélaginu og neikvæð áreiti þau kalla ofta á athygli okkar. Það þarf ekki annað en að skoða mest lesnu fréttamiðla eða forsíður blaðana, þetta er ofta eitthvað svona neikvætt sem að fangar athygli okkar og ég heyrði góða kenningum daginn sem að gekk út á það að sko heilin okkar er í raun og veru hannaður til þess að halda okkur á lífi. Þannig að við erum sífellt að skynja hættur í umhverfinu. Þú veist, er eitthvað sem við þarf að hræðast, er eitthvað sem er að. Og þegar við erum síðan í öruggu umhverfi, kannski bara í félagslegum aðstæðum, þá heldur hann áfram. Er einhver að horfa asnalega á mig? Sagði ég eitthvað skrítið? Þannig við erum alltaf að leita einhvern veginn í þetta neikvæða og það er svo mikilvægt að snúa þessu við og minna sig á það hvað er jákvætt í mínu umhverfi, hvað er það sem ég er þakklátt fyrir í mínu lífi. Að því við séum ofta að hugsa einhvern veginn að ég vildi hefði aðeins meiri tíma, að ég vildi aðeins meiri pening, að ég væri aðeins meira svona eða hinsegin og við erum ofta að fókusera á gallan okkar og veikleikan okkar. Og þessi mýta að allt sem við veitum athygli vaxi og dafni, hún er svo ótrúlega sönn. Þannig að við erum alltaf einhvern veginn með fókusin á veikleikunum, þá taka þeir bara yfir. Og ef ég byrja daginn á því að líti í spegil og horfa sjálfa með þessu ókvæmt ljót í dag, með ógslabauga og þetta er að klúra þessu fundi sem þú ert að fara á. Hvernig er ég að fara út í daginn? Við erum alltaf svo hörð við okkur sjálf og við leifum okkur að segja ýmislegt við okkur sjálf sem við myndum aldrei leyfa neinum öðrum að segja við okkur. Ef ég hef komið hingað til því núna og þú hefði byrjað að segja við mig bara vákvæmt ljót í dag með ógslag bauga og þetta er að klúra þessu viðtali, ég hef bara lappað út. En ég geti sagt þetta við mig sjálf og það er allt í lagi, skilur, þannig að maður þarf alltaf að vera meðvitaður þetta. En meðvitaður, er það nóg, þú veist, og síðan kannski þarna kemur þetta inn á þetta svona klassika, hugsa jákvætt og okkur svoleiðis. Þetta hefur raunverulega áhrif sem sagt. Þetta gerir það og rannsóknir sýna það að fólk sem að tilenga sér jákvæða þakkláta hugsun, það er hamingjusamara, það er í meira jafnvægi og það er kannski ekki nóg að vera meðvitaður um þetta, við þurfum stundum líka bara að setja þetta í ákveðna praktík og þarna aftur kemur að skrifa niður og við leggjum áherslu á það í dagbókinu okkar að láta fólk skrifa niður í hverju einustu viku hluti sem maður er þakklátur fyrir og ég mæli með því að fólk geri þetta vegna þess að leið og fyrir að skrifa þetta niður þá líka breytist fókusun okkar, þá fyrir við meira að taka eftir hlutum í nærumhverfun okkar sem við erum þakklátt fyrir og kannski svona minni hversdagslegum hlutum að því við erum ofta þetta fókusir kannski á
bara heilsuna og fjölskylduna og vinina, þetta er auðvitað eitthvað sem við erum þakklátt fyrir, þetta eru svona stærstu póstarnir, en þegar við erum að skrifa þetta reglulega niður, þá tökum við líka eftir þessu bara vá vinnufélagi minn sem bara kom hérna með kaffibolla án þess að ég bæði hann það eða ég átti æðislegt spjall hérna á kaffistofinni eða hitti gamlan vin á förnum vegi eða átti góða stund með börnunum mínum eða eitthvað slíkt sem að kannski gerast mun oftar en við gerum okkur grein fyrir en við tökum ekki eftir þessum stundum af því við erum ekki að veita athygli og við erum ekki að skrifa það niður. Þannig að það hefur ótrúlega mikið vægi að halda utanum jákvæð augnablik og minna sig á það sem er þakklátur fyrir og bara gott að gera þetta í lok dags þegar maður leggst á koddan að fara við daginn og hugsa hvað var það besta sem gerist í dag. Alveg saman hversu erfiðan dag maður á að það er alltaf eitthvað sem var það besta og það er gott að sofna með þá hugsun. Og þetta þá kannski svolítið eins og út af ég held að það sem sé kannski svolítið svona fráhrindandi við þetta er í rauninni að maður er illa upp lagður og þú veist, einhver myndi segja við þig, herru, pröfa að hugsa jákvætt og maður bara, herru, þú veist, það er ekki það sem er að fara að hjálpa mig núna, en það er kannski meira eins og að æfa einhvern vöðva eða að bara temja sér þetta eins og þú sagðir, að búa til einhvern vana. Algjörlega, þetta er bara svona, þetta er hálfgerð þjálfun, þakklætis þjálfun og það snýst ekki að vera einhver pollyanna og bara allt er æðislegt alltaf og ég get aldrei verið neikvæð. Alls ekki, auðvitað bara er lífið miserfitt og við eigum erfið augnablik og erfið tímabil og það er bara algjörlega eðlilegt og sársauki er jafn eðlilegur og jákvæðar tilfinningar en við þurfum bara að minna okkur á það og sérstaklega svona þú veist þegar það eru hlutir í okkar nærumhverfi sem að við höfum enga stjórn á en við erum kannski að láta hafa rosalega mikil áhrif á hvernig okkur líður. Veðrið er rosa gott dæmi hérna á Íslandi. Nú eru allir í vondu skapi því þau eru endalísa lægðir en ég get verið brjálu út í þetta veður en það breytist ekkert. Þannig af hverju er ég að leyfa veðrun að hafa þetta vald yfir mér eða umferðin. Við erum kannski föst í umferð og orðin seina á einhvern stað og við bölvum og erum brjálu og liggjum á flautunni og við erum ekkert fyrir að komast á áfangastað. Við getum alveg eins tekið meðvitað ákvörðun það að kveikja bara upp á slæjun okkar og eiga frábært moment með okkur sjálfum, ferðalagið mun skemmtilegra og við erum að koma á sama stað á áfangastað. Þannig að svolítið þetta staldra við í hversdagsleikunum og minna sig á það að ég hef vald yfir því hvaða viðhorfi vel mér og fólk sem við umgöngumst sem að hefur slæm áhrif á okkur, stuðar okkur eitthvað óþægilegan hátt, ekki leyfa þessu fólki að hafa þetta vald yfir þér. Taktu ábyrgð á þínum eigin tilfinningum og þínum viðhorfum og eina sem þú getur stýrt verð þú sjálfur. Þannig að prófa að nálgast einhvern veginn öðruvísi og sjá hvað gerist. Það er ótrúlega hvað getur breyst í nærumhverfi okkar ef við bara breytum okkur sjálfum en við erum svo ofta að bíða eftir að hinni breytist. Já, einmitt, og þú veist eins og með veðrið sko, bara maður er að bíða eftir að komast út í frí eða burt frá þessu. En það er alveg hægt að breyta viðhorfinu. Það er svona að einhverju leyti, ég efast að það sé hægt 100%. Ég held að þú veist, ef að það blæs í andlitið á þér og rignir upp í þig og allt það, þú veist, það er alveg frekar þreytt en það er sem sagt hægt að hafa einhvers konar áhrif á sitt eigi viðhorf gagnvart þessum hversdagslegu hlutum. Algjörlega, það er að hafa heilmikil áhrif en auðvitað, við erum bara mannleg og auðvitað verðum við pirruð út í veðrið stöku sinnum en þetta er bara spurning, þú veist, er þetta að hafa áhrif á bara meiri hluta mínum tíma, hlutir sem að ég bara hef enga stjórn á. Þarna þarf ég að breyta einhverju og ég þarf að taka svolítið ábyrgð líka á sjálfur mér og minni eigin óhamingju og minni neikvæðni. Að reyna að temja mér það, að reyna að sjá hlutina, kannski sjá glasi hálf fullt en ekki alltaf hálf tómt. Það skiptir rosalega miklu máli og maður finnur það bara sjálfur þegar maður er í kringum jákvæða einstaklinga hvað það gefur manni góða orku. Algjörlega. Og líka þarna sko eins og við erum að tala að maður fer út og maður finnur fyrir veðrinu sko, síðan sest maður inn í tölvunni og fer á vísi og bara þú veist, mest lesna fréttin er bara það verður aftur stormur á morgun. Akkurat. Þetta er hræðilegt fyrir hennan vítahring sko. Algjörlega, það er mjög auðvelt að festast þarna. Já. Þannig að og bara líka þú veist, einmitt og næsta frétt þar á eftir eitthvað bílslis sem var, þú veist, 100 kílómetra frá manni og maður einhvern veginn leifir öllu þessu neikvæða áhriti að stjórna sér að einhverju leyti sko. Já, algjörlega og það er alveg eðlilegt að það hafi áhrif á mann en þá bara svo mikilvægt að minna sig á allt hitt líka og alveg eins og bara þú veist, það er ömurlegt að búa í Íslandi, það er alltaf svo vont veður en það er líka alveg frábært að búa í Íslandi. Það eru stuttar vegalengdir og hér er gott jafnvægi milli vinnu og einkalífs og það er hreint loft og hreint vatn og það er ýmislegt sem er líka frábært hérna og það er gott að minna sig á það líka. Ekki alltaf bara hugsa þetta neikvæða því það bara gerir okkur óhamingjusöm og eykur kvíða. Já. Það er ekki það sem við þurfum á þessum vetrarmánuð. Alls ekki. Óhamingjusemi og kvíði. Kveikja á kertum og bara eiga svolítið kósí stund í veðrinu. Nákvæmlega. Förum aðeins yfir í svefnin. Þú myndir, er titillinn svefnlæknir eða? Já, sérfræðingur í svefnrannsóknum. Ok, það er vígalegur titill. Já. Hvernig fær maður þennan titill? Já, ég sem sagt sérhæfði mig í svefni í mínu doktorsnámi. Og þegar ég var að gera mastersverkefni mitt þegar ég var að klára sálfræðina þá var ég að skoða tengsl þunglindis og offitu
þannig að það var svona mitt verkefni og svo tók ég eftir því að þeir sem voru of þungir og voru þunglindir líka að þeir voru mjög margir með sjúkdóm sem heit kæfisvefn og ég vissi rosa lítið og þetta sjúkdómur sem að lýsi sér á þann hátt að fólk að hætta að anda endurtekið yfir nóttina sem að hefur veruleg áhrif á svefngæði fólks þannig að fólk að fá lítinn djúpsvefn og bara að vakna útkeyrt í staðin fyrir að vakna endurnært og þarna vaknaði áhugið minn og ég hugsaði bara, þú veist, ef fólk alltaf vansvefta þá auðvitað meikar það sens að fólk sé þyngra og upplifi meiri depurð og mér langaði að skoða þetta betur og þannig hófst þetta svefnferðalag mitt og síðan bara þegar ég byrjaði í svefnrannsóknum þá bara var ég komin á algjörlega mína línu, þetta var svo spennandi og var svo margt að skoða þarna og ég sem sálfræðingur einhvern veginn náði að mynda mér mikilvæga sérstöðu líka vegna þess að voru ótrúlega fáir sálfræðingar sem voru að einbeita sér að svefni sem í rauninu ótrúlegt af því að svefn þriðjungur af lífinu og í raun og veru undirstaða allra heilsu, bæði andlegrar og líkamlegrar. Þannig að þetta svo mikilvægt fyrir starfsálfræðingsins og bara við sjáum svefnvanda í flestum geðröskunum. Þannig að þetta var svolítið svo óplægður akur og bæði í bara mínum rannsóknum og líka í meðferð því ég líka vinna með fólk með svefnvanda að hjálpa fólki að laga svefn. Og þetta er rosa gefandi vinna vegna þess að það gengur yfirleitt vel að hjálpa fólki að bæta svefn. Ef að fólk sjálft mótiverað til að gera breytingar og vill laga svefnin sinn og tilbúið til að leggja á sig, það tekur auðvitað á og það kostar aga að breyta venjum. En ef fólk til í þá vinnu að þá yfirleitt uppskerða vel og það útrúlega gaman að horfa á fólk bæta svefnin og sjá hvernig fólk blómstrar og hvernig lífskeiðin batna á sama tíma. Þetta svolítið magna að þú tala þarna að tengsl þunglindis og offitu og í rauninu út að þú ert búin að koma þér í það ástand að vera að glíma á offitu þá ertu byrjað að skemma svefniðin líka. Ég að skilja það rétt, þetta ekki, örgulega samspil á báðum þáttum og gengur í báðar áttir en kæfisvefn líklegri hjá einstaklingi í yfirþyngd heldur en ekki. Jú, offita einn helsti áhættuþáttur kæfisvefns og 70% allra kæfisvefnsjúklinga eru í yfirþyngd. Þannig þegar þú ert komin í þessa yfirþyngd þá ertu byrjað að eyðileggja svefniðin líka sem að getur leitt til bara allra kvilla sem algjörlega og eins og með þunglindi þannig að þá eiginlega komið tvöfaldan áhættuþátt fyrir þunglindi, einn offitan og svo það kæfisvefnin þannig að það ekkert skríti að þeir sem eru með báða sjúkdóma séu með hærri tíðni af þunglindi og þetta fannst mér svo áhugavert af því ég hefði í raun og veru þegar ég útskrifast sem klínisku sálfræðingur þá hefði ég lært bara nánast ekkert svefn og mér finnst það svo ótrúlegt í dag að við getum útskrifast í heilbrigðisvísindum sem læknar eða sálfræðingar eða hjúkrunarfræðingar og vita sáralítið svefn. Já, einmitt og við vorum að ræða eins áður en byrja að taka upp. Þú stofnar Betri svefn 2013. Já. Hvenær þessi vakning að eiga sér stað? Fyrir mér, eins og ég sagði, fyrir mér það bara að gerast þegar Matthew Walker kemur með bókina sína. Já, akkurat. Þetta auðvitað búið að vera svona í bígerð og vera að gerjast lengi og þegar ég byrjaði í doktorsnáminu mínu 2009 þá byrjaði ég að viða að mér öllum mögulegum heimildum svefn og þá átta ég mig á því að það bara ekkert til dæmis á íslensku, ekkert gott fræðslefni fyrir almenningum svefn. Og mér fannst það mjög skrítið af því að það til svo mikið hreyfingu og næringu og ég þurfti að fara bara að lesa erlendar vísindagreinar til þess að byrja svona einhvern veginn að fikra mig áfram og þá ákvað ég það strax að ég vildi svolítið gera það að mínu starfi að reyna að miðla þekkingu og mér finnst það svo mikilvægt starf vísindamannsins að miðla þekkingu af því við erum að sjá það almennt að niðurstöður rannsókna ekkert að komast til almennings fyrir en allt og seint, kannski mörgum árum setna. Þannig ég hef svolítið reynt að vera dugleg í því að mæta í viðtöl og skrifa í blöðin og svona miðla þessari þekkingu til almennings og ég byrjaði strax að skrifa bók sjálf þegar ég byrjaði doktorsnáminu svefn. Hélt ég myndi skrifa þessa bók á einu ári en hún kom út 2017 tók langan tíma og svona bara almennt svefn og skrifu fyrir almenning og svefnvanda og þarna var ég svona að reyna að safna saman minni þekkingu og kominni svona í aðgengilegt form og ég hef verið mikið að halda fyrirlestra líka fyrir fyrirtæki og hópa og ég hef alveg fundið það að síðasta áratugin stöðug aukning í eftirspurn í fræðslu svefn og fólk að verða meðvitaðara. Hann búið að vera svona stigvaxandi og svo kemur bókin út með Matthew Walker og þá verður einhver svona sprenging af því að þessi bók algjörlega mögnuð og hann nær þarna bara eyrum fólks og nær athyglinni og hann nær að skapa rosalega mikilvæga svona vitundavakningu og það sem meira að hann að ná til ungu kynslóðurnar sem hefur kannski reynsvaldi erfitt. Svefnin þar hefur verið hún hefur verið mjög ábótavant
og það verður ekkert verið auðvelt einhvern veginn að ná þeirra eyrum en honum tekst það og það er algjörlega frábært. Þannig ég finn það mjög vel í mínu starfi hér á Íslandi, bara til dæmis á síðasta ári jukust mínu fyrirlestaröruglum 30% bara beint út af hans bók að því stjórnendur voru að lesa þessa bók og áttuðu sig á því að þetta skiptir máli fyrir mitt fyrirtæki og mína starfsmenn, ég þarf að fræða það þetta. Einmitt. Ég ætla aðeins að kenna sko smá markaðstjóra svefns þetta út af því að mér finnst þetta svo niðurnelt í hreyfingu og næringu. Þú ert með næringuna og fæðubótarna framleiðendurna og allt þetta, þú ert að reyna að selja eitthvað í rauninni, þannig að það eru fjármagna hellingarannsóknum áhrif próteins og aminosýra og fitusýra og allt þetta og það er gert mjög vel grein fyrir hvað segir maður, svona kostum þess að innbyrða þetta og eins með hreyfingu, þú veist, hvað bara í raun, þú getur líka bara fundið á sjálfu þér að taka eina æfingu hvað líður vonandi vel eftir það. Svefnin er einhvern veginn meira, það er bara alltaf að horta á það sem bara svona, ok, alltaf, ég verð að fara að sofa og ok, ég verð að vakna, þetta er bara svona 2 hræðilegir endar á þessari rútínu og maður bara forðast þetta eins og heitan eldin. Já, algjörlega og þetta hefur með þess að verið svona gegnum tíðina, þú veist, bara einhvern veginn merkjum dugnað og atorku að sofa lítið. Einmitt, dyggð yfir því bara að sofa lítið. Fólk stæri sig af þessu og við förum líka rosalega snemma að gera það spennandi að vaka, þú veist, börnum finnst áramótin vera mest spennandi dagur ársins því þá með þau vaka eins lengi að þau vilja, það eru vöku marathón í félagsmiðstöðinni og allt þetta, þannig við erum einhvern veginn að gera svo mikið úr því hvað er frábært að vaka og að taka all nighter að hún mætum í próf sem er sko það vitlausasta sem við getum gert vegna þess að öll þekking festist í minni með við sofum, þannig að við erum bara ekki að ná að festa það sem við erum að læra í minni fyrir prófið ef við mætum ósofin. Þannig að það er alveg rétt hjá þér, það þarf að markasetja svefnin betur og ég held að við séum búin að vera svona ná ákveðnum árangri í því síðustu ár og fólk er að vera meðvitaðra en það sem ég er svolítið sorglegt er að á sama tíma að meðvitund eru að aukast mjög mikið þá er samt svefnin okkar ekki að batna af því að nýlegar tölur og bara tölur sem að koma út seint á árinu 2019 frá Gallup sína það að helmingur Íslendinga segist ekki sofa nóg. Fæstir eru samt að gera eitthvað til þess að reyna að bæta svefnin sinn og 3/4 Íslendinga er að sofa 6 tíma eða minna á sólarhring og þetta er hærra hlutfall heldur en við sáum fyrir 2 árum síðan, þá er þetta 4/4. Þannig að það virðist vera aukast að fólk sé að sofa lítið, þannig að við verðum að grípa til einhverja aðgerða þannig að það fylgi einhverja framkvæmdir þessari miklu vitundavakningu. Einmitt, ég sá bara rétt á hann komst sá ég mjög einfaldað graf en það var 2 svona súluritt og í rauninni var einstaklingur sem búin að sofa nóg innbyrðir 2700 kaloríur og einstaklingur sem búin að sofa held ég 4 klukkutíma sem er náttúrulega kannski svolítið ekstrím dæmi vansvefta einstakling innbyrðir 3300 og í rauninni point being þú átt erfiðara með að neita þér mat eða þú sækist meira í kaloríuríkan mat í þessu ástandi. Algjörlega og svefnleysi er bara eitt af því sem er mest fitandi sem við gerum og það er vegna þess að það verður svona brenglun á framleiðslu hormóna þegar við erum illa sofin og sérstaklega hormónum sem að stýra hungri og settu. Þannig að það sem gerist þegar við erum vansvefta er að líkaminn okkar hann fyrir að kalla á skyndiorku og við fyrir að sækja í sykur og einföld kolvetni og allt þetta og hormónin sem að venjulega láta okkur vita hvenær við verum sött að þau bælast og þar alveg borði við meira og þess vegna sjáum við þetta sterka samband á milli þess að vera vansvefta og vera í yfirþyngd. Einmitt, ég vil, sko, þú veist, með þetta bara hvað þetta er mikil töfralausn að sko geta liðið þannig að þið langi ekki í sætindi eða eitthvað sem er slæmt fyrir þig. Ég vil ekki svona fara inn á okkur braut með að neita sér mat eða eitthvað svoleiðis, en bara svona þegar þú veist úr komið með næga næringu og þið langar síðan í eitthvað meira, bara ímynda þér að svo tilfinning sé ekki til staðar. Þetta er bara svona eins og bara að langa alltaf að fara í ræktina eða eitthvað svona, eitthvað sem allir væru til í sko, bara, eða vera orkumeiri eða eitthvað neginn, þú veist, það þarf að markasetja þetta fyrir svefnin sko. Algjörlega og svo er það líka bara allir þessi gerfi orka sem við erum að keyra okkur á og þar komum við auðvitað koffindrykkirnir inn og bara kaffið. Við erum flest að ganga á einhvers konar gerfi orku allan leiðlangan daginn og við erum að sjá þetta mjög mikla aukningu í þessu síðustu ár. Tölur sína það til dæmis að meðal framhaldsskólanema þá hefur neysla orkudrykkja aukist 150% á 2 árum sem er bara alveg svakalegt. En er það mögulega á kostnað kaffis? Ég veit það ekki hvernig það er, ég held að sko kaffineysla er ekkit sérstaklega mikil á framhaldsskólanemum, þeir eru meira í orkudrykkjunum, þannig ég held að kaffineysla heilt yfir hafi klárlega aukist og ég sé það bara mjög vel í mínu starfi og við sjáum það í þessum könnunum sem er verið að gera
og það þannig að ég átti svo áhugavert spjall daginn því ég var að halda erindi í einum framhaldsskóla, ég var að tala við 2 stráka þar sem voru að segja við mig að þeir vissulega svæfu allt of lítið og hefðu gert það lengi en það væri algjör munur eftir að þeir eru uppgöta sterkar nokkó að þeir kæmi í skólan og fengi sér 1-2 drykki af því og þá allavega hefðu þeir einbeiting og þeir hefðu orku til að fara gegnum skóladaginn sem þeir hefðu ekki haft áður. En þá var ég að reyna að segja við þá að sko ef við erum að ganga svakalega á svefnþörfin okkar og við erum að sofa mörgum tímum minna en við eigum að gera eins og þeir voru að gera að þá eigum við að sjálfsögðu að vera þreytt og orkulítil af því að líkaminn að senda okkur mjög mikilvæg skilaboð. Hann að láta okkur vita, heyrðu, þú veist, halló, þú þarft að sofa meira, þú ert að ganga á þínar byrðir. En ef við förum að bara hætta að hlusta á þessi áhrif með því að keyra okkur áfram að gerviorku og við heyrum ekki lengur skilaboðum frá líkamannum, þá erum við komin að rosa hættulegan stað, af því þá erum við raun og verið vansvefta án þess að fatta það og þá erum við að upplifa öll þessi neikvæðu líkamlegu áhrif sem að það hefur á okkur að vera vansvefta, auknar líkur á ýmsum alvarlegum sjúkdómum og einbeiting og slysahætta og geðran vandamál og allt þetta, en við kannski föttum það ekki í daglegu lífi því við keyrum okkur áfram á einhverju gerviorku allan daginn. Og maður hefur margótt gert þetta bara hylja þreytuna með bara einhverju koffínu. Akkurat. Og ég held að svo sem allir séu segir það, en hægt að vera í þannig ástandi að þú bara sefur nóg og þú verður ekki þreytur eða þreytt á daginn og þú verður bara sefjuð aftur klukkan 10 eða 11 eða 12 á kvöldin og þú nærð þínu svefni og bara orkustíðið alltaf hátt yfir daginn. Algjörlega, það alveg hægt. Ég þekki það ekki, sko. En það kostar alveg vinnu og þetta samspil margra þátta, þetta ekki bara svefnin sem að stýrir orkun okkar yfir daginn, þetta einmitt mataræðið stór partur af þessu, hreyfing býr til orku, þannig að það líka skiptir máli. Svo það líka bara, þú veist, erum við með hvernig bætiefna búskapurinn í líkamannum, erum við með nóg járnbúskap, vantar okkur D-vitamin eða eitthvað slíkt, það getur líka haft áhrif á orkulevelið okkar yfir daginn og streita mjög orkukrefjandi. Þannig að við gleymum því oft að hún mikil skaðvaldur þegar kemur að orkunni. Þannig að það alveg klárlega hægt að hafa orku allan daginn, en auðvitað erum við öll bara mismunandi og ég hugsa að séu fáir sem að hafa alltaf orku allan daginn, en við getum átt góð tímabil og svo kannski koma tímabil þar sem meira að gera hjá okkur eða meira álag og þetta fer aðeins úr böndunum og það bara algjörlega eðlilegt, við erum auðvitað bara öll mannleg. Jú, flest erum við það. Ég átti með svona tímabil þar sem ég náði geggið svefni í svona 2 mánuði eða eitthvað og ég gleymið ekki, það var eitthvað sem bauð mér kaffibolla og ég bara, nei, ég góður sko og ég bara fattaði, ég ekki búin að drekka kaffi í bara 2-3 daga eða eitthvað. Já. Bara löngunin í koffinnið var ekki til staðar. Þarna hefur greinilega verið að gera eitthvað rétt sko. Já, síðan fór maður út á sporinu sko. Já, einmitt, það bara að fara aftur inn á það og það þú veist, þannig bara í lífinu almennt, við förum alltaf út á sporinu annars lagið og það bara alltaf lagið, það algjörlega eðlilegt. Bara þó við förum út á sporinu að fara bara ekki lengra og lengra, heldur bara að fara aftur inn á veginn og ég held okkur hætti svolítið til við þetta og þarna komum kannski aftur inn á markmiðasetninguna að því að sko staðreyndin svo til dæmis að flestir eru búin að flaska á áramótaheitunum sínum fyrir 15. janúar sem svolítið sorgleg staðreynd, en það líka oft þannig við hugsaum kannski, við ætlum ekki að borða neitt sykur, svo fæ ég mér 1 súkkulaðimóla að ég er búin að klúra þessu, ég borða bara allan kassan. Þannig að við förum alltaf all in í það að mistakast líka í staðin fyrir bara ok, ég drakk mikið kaffi í dag og ég var alltaf mikið í símanum og ég svaf illa, ok, ég fer bara aftur núna upp á veginn og held áfram minni reglu og rútínu. Einmitt. Af hverju heldur að krakkar séu að neita sér svona mikið svefn? Sko ég held að séu ekkert meðvitað að neita sér svefn. Ég held að séu bara mjög margir þættir í samfélaginu sem séu að hafa áhrif á svefnin þeirra og ég held að snjalltækin klárlega, skjánotkun áhrifaþáttur og við getum ekkert neita því og við vitum það að bæði birtan frá þessum tækjum, hún hefur áhrif á framleiðslu melatónins sem svona svefnhormón sem að byrjar að framleiðast á kvöldin og svo þetta bara þetta áreiti, við erum umkringt áreitum allan sólarhringin og það þessi mikla örfun sem að í gangi. Mjög margir unglingar eru með snjallsíman á náttborðinu sem vekjar að klukku og svo koma skilaboð eða eitthvað sem að kallar á athyglinna og það freistandi að kíkja í síman og þarna erum við bara strax komin inn í alla þá afturreyingu sem að okkur dettur í hug eða samskipti við vinina eða hvað það er. Þannig að það eru þessar freistingar held ég sem að svona ómeðvitað eru að ræna svefni af ungu fólki og mörg þessara smáforrita eru þetta hönnuð til þess að búa til fíkn og þessi tölvuleikir og annað, við þurfum að fara inn á x tíma fresti til þess að viðhalda einhverjum stigum eða eitthvað svoleiðis og margir úlingar sem eru hjá mér sem eru til dæmis í tölvuleikim sem eru þannig að úlingarnir eru að stilla vekjarklukku meðan nætur til þess að vekja sig upp, til þess að fara inn í appið og gera einhverja virkni til þess að viðhalda einhverju skori sem þau eru með. Þannig að þetta er svolítið flókið og svolítið vandlifað með öll þessi áreiti í kringum okkur. Og
þau ná samt að fungera með því að fá sér koffín yfir daginn, hverju eru það að tapa? Er þetta raunverulega svona skadalegt og út af við svona rættum aðeins á þann með allar þessar fyrirsagnir, þú veist, hérna, koffínneysla ungra drengja eða menntaskólanema eða whatever, alltaf aukast, koffín slæmt og þetta orðið svona svolítið eins og eitthvað sem mamma mann segir við mann bara, veist, ekki gera þetta, ég veit ekki af hverju en þetta slæmt fyrir þig, en hvað svona raunverulega það sem við erum að í rauninni fórna með þessu? Það ótalmargt og ef við erum að sofa eins og til dæmis úlingar í dag að sofa meðaltali 6 tíma á virkum dögum, 15 ára úlingar, þau þurfa 8-10 tíma svefn. Til dæmis á þessum aldri er gríðarlega mikill þroski að eiga sér stað. Heilin sérstaklega að þroskast á mjög miklum hraða á úlingsaldri og sérstaklega framheilin sem að stýrir skynsemi og rökhugsun. Þannig að við getum verið að horfa fram á varanlegar þroska skerðingu ef við erum ekki að fá nægan svefn og við sjáum það til dæmis að vansvefta úlingar eru mun áhættusæknari sem að getur tengst því að framheilin er ekki að þroskast á sama hátt. Ónæmiskerfið, það bælist þannig að við erum miklu næmari fyrir öllum flensum og pestum. Þetta hefur áhrif á líkamsstöðul okkar, líkamsþyngdarstöðul, þannig að ofþyngd, hún verður algengari. Þetta hefur áhrif á allan árangur í námi, einbeiting og minni. Ef að börn eru að stunda íþróttir, þá hefur þetta mjög mikið að segja með árangurinn þeirra þar og svo má alls ekki gleyma andlegu hliðinni vegna þess að þeir sem eru vansvefta eru til dæmis 10 sem er líklegir til þess að vera þunglyndir. Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígtilraunir og raunveruleg sjálfsvíg eru mun algengari líka. Og það er svolítið áhugavert þegar við erum að skoða rannsóknir að því að það var gerð þessi stóra rannsókn á 15 ára börnum á Íslandi þar sem þau gengu með hreyfi úr í heila viku sem mældi svefnið þeirra og þarna kom í ljós og þau voru að sofa 6 tíma á virkum dögum. Og sambærileg rannsókn var gerð áratug áður og stóra breytingin á þessum 10 árum var svo að börnin í dag voru að sofa minna, þau voru líklegir til þess að vera of þung og þeim leið mikið ver og við vitum alveg að þarna er rosalega sterkt samspil. Þannig að svefnin er algjör grunnur og hann hefur áhrif á svo rosalega marga þætti í daglegu lífi og ég er ekkert vissum að börn og úlingar gerir sér endilega grein fyrir því að kannski ástæðan fyrir því að þau eru kvíðin og þeim líður ekki vel er svo að þau eru ekki að sofa ná. 10 sinnum líklegri til að vera þunglind og auknar sjálfsvígshugsanir. Já. Hversu skýrt rautt flagg er það eiginlega? Það er rosalega skýrt. En við þurfum að koma sem skilabóðum áfram og við þurfum að efla fræðslu svefn og það er bara alveg svo þú nefndir áðan með hreyfingu og næringu og bara svona hvernig þetta er markasett. Ég meina við byrjum í íþróttum strax í 6 ára bekk og við byrjum í heimilisfræði og við lærum þessa þætti en hvað lærum við raunverulega svefnin? Við lærum ekki neitt. Þannig að það finnst mér vera það sem að helst liggur á að gera er að koma sér í námskrá strax á leikskóla aldri þá byrjum við að læra mikilvægi svefns. Já og líka með að læra þetta eins og þú talar að þú fórst í gegnum þitt nám með ansi litla fræðslu svefn eða rauninu mentast ekki mikið þessi málefni. Veistu, ég hef hitt fólk sem er komið ansi langt í læknageranum og það var bara að fá upplýsingar sem það aldrei áður heyrt frá Matthew Walker og svona eitthvað sem ég hefði haldið að öll læknastéttin ætti að þekkja. Algjörlega og það er það sem er svo skrítið við þetta. Við getum útskrifað sem sérfræðilæknar og í raun og veru haft sáralitla þekkingu á svefni sem að er náttúrulega bara það er eitthvað skakt þar og það á ekki að vera þannig og mér finnst til dæmis bara svefnlyfjanotkun á Íslandi er algjörlega óhófleg og líka hjá börnum hún hefur margfaldast síðustu ár svefnlyfjanotkun barna á sama tíma og skjánotkun hefur aldrei verið meiri neysla orkudrykja hefur aldrei verið meiri börnin sofa ekki og við erum farin að gefa þeim lyf til að láta þau sofa og þannig er bara eitthvað kolramt að gerast. Þetta er bara eitthvað, já, þetta er þvílíkt inngrip í mannslíkamann þannig. Algjörlega og við erum líka svo mikið svefn er náttúrulegt ferli og það að venjast því á unga aldri að maður þurfi lyf til að sofa, þannig erum við líka bara að normalisera rosalega bara almenna lyfjanotkun og hvað er það þröskuldurinn til að taka lyf til að skemmta mér aðeins betur í partíinu, til þess að líða aðeins betur og allt þetta, mér þetta líka hvað sem við þurfum að hugsa svefn á að vera náttúrulegur og lyf eiga að vera algjört neyðar úrræði og eingöngu að nota í skamman tíma ef við erum að gangi gegnum einhverja þannig aðstæður en ekki eitthvað sem við notum á staðaldri og náttúrulega bara lyfjanotkun á Íslandi er bara úr öllu hófi og ef við berum okkur saman við nágranna þjóðurnar okkar að þá erum við með margfalt meiri notkun og þegar maður er að ræða við erlenda kollega og maður er að sýna þeim þessar tölur að þeir bara hrista hausinn og skil ekki hvað er að gerast á þessari litlu eyju af hverju við erum að borða svo mikið af svefnlyfjum. Hvað er að gerast á þessari eyju? Ertu með eitthvað kenning þetta? Ég held að þetta séu margir þættir. Ég held að við séum það er mikill hraði og við viljum quick fix. Við viljum geta laga hlutina strax og þá eru lyfin ágætiskostur. Það er líka bara gott aðgengi að læknum. Það er auðvelt að fá svefnlyf. Við getum fengið lyfseðla sem við getum í raun og veru bara endurnýjað rafrænt eða með einu símtali án þess að þurfa að hitta lækni og þetta kannski bara
partur af því að það er tímaskortur og það er álag í heilbrigðiskerfinu og síðan er það þessi úrræði til dæmis eins og Alþjóða heilbrigðisstofnunin, hún mælir með því að hugræn atferlismeðferð eigi alltaf að vera fyrsta lausn við langvarandi svefnleysi en hugræn atferlismeðferð er ekki í boði við svefnleysi inn á heilsugæslu. Þetta er ekki niðurgreitt að hinu opinbera. Við erum örfáir sálfræðingar sem höfum sérhæfingu á þessu sviði og það er rándýrt að koma til okkar og 6 mánaða biðlisti. Þannig að það er svolítið erfitt að fylgja klíniskum leiðbeiningum. Þannig að þess vegna kannski erum við að bryðja lyf í svona miklu mæli en rannsóknir sýna það að langvarandi notkun svefnlyfja hefur bara slæm áhrif á heilsu og svefnlyfin þau breyta því hvernig svefn við fáum og við erum að fá svona, við erum sérst að fá minna af djúpasvefninum og minna af draumsvefninum sem er mikilvægast í svefnin og við sjáum til dæmis að til lengri tíma erum við að auka áhættu á heilahrörnunarsjúkdómum, við erum að skerða lífslíkur, við erum að hafa áhrif á hugsunarminni, jafnvægi og samhæfingu og ýmislegt fleira. Þannig að við þurfum alveg klárlega að bregðast við þessari þróun og fara aðeins að vinna öðruvísi í þessum málum. Íþróttamenn og konur, fólk sem að þarf að ná því mesta út úr hausnum og líkamannum á sér, hlýtur að vera einn af svona grunn hvað maður að segja, ástæðum árangurs eða bara svona grunnþörfum íþróttamannsins alveg eins og bara manneskjurnar en það er svo skýrt í íþróttafólki. Já, algjörlega og fólk sem að stundar mikla líkamsrækt þarf líka meiri svefn. Já, ég ætlaði að spyrja út í það. Gilda sömu reglur þarna eða ef þú ert aktífur á daginn þarftu þá að sofa meira eða? Já, þú ert að nota meiri orku og þú ert að reyna meira á líkamann og ég meina til dæmis það sem er að gerast í líkamann þegar við sofum að það er þessi viðgerastarfsemi og það er uppbygging vöðva og það er losun á prótínum og vaxtarhormón og fleira sem er mjög mikilvægt fyrir íþróttamenn. Við erum líka að styrkja varnarkerfið þannig að íþróttafólk sem sefur vel er ólíklega til að lenda í meiðslum og það er fljótar að ná sér upp úr meiðslum og íþróttarhreyfingin er að vakna til lífsins hvað þetta varðar og maður sér það alveg til dæmis að ólympíuliðin eru mörg hver komið með svona sérstaklega svefnþjálfara sem ferðast með þeim og eru bara að vinna við það að laga svefnin hjá íþróttafólki og þetta vakti rosa athygli þegar Alex Ferguson var að þjálfa Manchester United að þá voru leikmenn þar sem að voru með erfið meiðsli sem að þeim gekk illa að vinna úr og liðinu gekk ekki sérstaklega vel og hann fær til liðsvið prófessor í svefnrannsóknum til þess að taka bara liðið í gegn hvern einasta leikmenn og fara yfir svefnrútínuna og svefnumhverfið og gera nauðsynlega breytingar og þetta hafði svo svakalega jákvæð áhrif á liðið, bæði það gekk miklu betur að vinna úr meiðslunum þeir voru fljótar að ná sér og árangurinn jókst til muna, þannig að þessi maður í dag vinnur ekki við neitt annað en að þjálfa fótboltamenn og flestir stóru klúbbarnir eru komnir með bara svefnþjálfara inn í sitt heimi, þannig að þetta er algjört lykilatriði fyrir árangur í íþróttum og við erum að auka þol, úthald, viðbragðsflýti, nákvæmni og allt þetta með því að tryggja góðan svefn. Já, pældi því, það er komin svefnþjálfari inn í leikinn. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega viðbót síðan við næringafræðing og náttúrulega þjálfara sem að þjálfa því íþróttinu sem voru að spila, þannig að þetta hlýtur að spila stóra rullu þarna í mikilvæginu. Já, algjörlega og við erum alltaf að sjá það betur og betur að til dæmis ef við gleymum svefninum, ef við hugsum bara þessar 3 grunnstóðir, mataræði, hreyfingu og svefn og ef við getum gert allt rétt í mataræði og hreyfingu en ef að svefnin er ekki í lagi að þá verður árangurinn mjög lítill. Því svefnin er algjör grunnur, hann þarf að vera í lagi og ég segi þetta oft við fólk að besta líkams- og hugarækt sem við getum stundað er að fá nægan svefn. Hann er ekki fórna svefninum fyrir æfinguna. Ef þú ætlar að vakna klukkan 6 og mæti í ræktina, farðu þá þeimum fyrir að sofa. Því annars ertu ekki að græða neitt á þessum klukkutíma sem þú hamast á brettinu og ert að taka hann af svefninu þinn. Ég á eitt félag sem fór á liftinganámskeið svona 2012-13 eða eitthvað. Og ég fór ekki á þetta liftinganámskeið en þegar hann kom tilbaka og var eitthvað svona var hann að segja eitthvað gott eða var hann með eitthvað góða punktu þarna og hann var með eitthvað fyrirlestur líka og hann sagði basically að þú var frí að stera ef þú sefur í 9,5 tíma á nóttu. Já, algjörlega. Og við vorum allir bara, í alvörinni? Hann var að tala um einhver framleiðsla á hormónum, testosterón eða hvað hann var, bara extra gigantist ef hann að sofa svona lengi. Já, ef þú til dæmis sefur undir 7 tímum þá ertu með testosterón level á við kallmann sem er 10 árum eldri en þú. Þannig að hvaða kallmaður vill það? Það er svo rosalegt maður. Þetta er sláandi tölur. Þetta er það og þegar maður fer að kafa í þessi fræði þá bara er það svo borðliggjandi að við eigum að leggja áherslu á svefnin, við eigum að setja hann í forgang, þú veist það eru bara 24 tímar í sólarhringnum, það er ótrúlega mikið að gera, það er margt spennandi í gangi og við erum að sinna vinnunni og heimilinu og mæti í ræktina og eiga félagslíf og allt þetta en leið og við förum að klípa svefninum til þess að sinna öllum þessum þáttum þá bara borgum við alltaf skattinn einhvers staðar. Ég man eftir því, ég einhvern tímann ætla að taka svona hugleiðslu session, bara ná einhverju mánuði eða hvað hann var og
ég ákvað að gera það alltaf á morgnana og þannig ég vaknaði eins fyrr og stundum þá var ég að, svaf ég lítið við nóttina, vaknaði til þess að hugleiða í 20-30 mínútur, var alveg, ég pottet sofnað í hugleiðslunni og ég hugsa núna eftir á bara, ætli það hafi ekki verið miklu betri hugleiðsla að sofa bara þennan hálftíma. Jú, ég hugsa það og ég hugsa líka oft þetta kannski með fólki sem á snústakkanum í klukkutíma, þannig að trufla svefngæðin, endur tekið, sofðu frekar bara þennan klukkutíma óslitið og stiltu klukkuna bara þegar þú ætlar að fara á fætur. Já. Slæmar venjur maður. Já, þær geta verið erfiðar. Þær eru hættulegar. En fyrir íþróttamannin, segjum að þú náir 8 tíma svefn á nóttu, æfir 2 á dag, viltu leggja þig hérna inn á milli eða? Er ekki smá svona, þetta er svolítið erfið fræði með þessa lúra alla? Jú, stundum þarf fólk að grípa í daglúra, kannski með sérstaklega íþróttafólk og sem að þarf að mæta á æfingar eldsnemma morgnana og næri ekki fullum nætursvefni. Úlingarnir líka, ég meina rammi samfélagsins gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir úlinga að ná 9-10 tíma svefni með allt sem þau þurfa að gera. En svona almennt það þannig að daglúrar geta haft áhrif á nætursvefnin okkar. En það að taka svona orkublönd í hádeginu, 20-30 mínútur, það yfirleitt hefur bara jákvæð áhrif á afköst okkar yfir daginn og á ekki að hafa áhrif á nóttina. En eftir því sem að líður á daginn, þá þurfum við minni svefn til að skemma nóttina. Þannig kannski við getum komist upp með það að sofna í 20-30 mínútur í hádeginu á meðan að 2 mínútna dott yfir kvöldfréttunum getur verið nóg til að skemma nætursvefnin. Og þetta út af líkamsklukkun okkar og hvernig hún virkar og dægursveifla líkamans. Og maður getur séð þetta rosalega vel á leikskólabörnum. Ef fólk á börn í leikskóla þá tengir það örugglega við þetta að þau taka lúr í hádeginu og leikskólanum og svo svæfir maður bara kl. 8 á kvöldin. En svo kannski lendir maður í því eitt skipti að sækja barni á bílnum seinnipartinn og það dottar í 5 mínútur í aftursætinu og það er bara orkan tífaldast og það er ekki séns að svæfa barni á réttum tíma að því við erum svo fljóta endun í orkuna og það sama á við okkur. Þannig að það er gott að hafa þetta hugfast að ef við erum að leggja okkur á daginn að reyna að hafa það fyrir 2 og ekki lengur en hálftíma. Ekki lengur en hálftíma. Er þetta tengt þessu adenosín, heitir það ekki? Já, jú, sem við erum að byggja upp yfir daginn. Og koffín í rauninni blokkar það, það er einhvern veginn svona fer í stað. Já. Ég reyna að tala vísindalega en það er rauninni stoppar ekki myndun adenosín. Nei, en áhrifin, það blokkerar áhrifin. Adenosín, já, sem er að byggjast upp í líkamannum yfir daginn og eftir því sem við vökum lengur. En þá líka þegar koffínið fer í burtu þá hrúast þetta allt að manni eða ekki, þá kemur þreytan öll. Jú, það gerir það og það er þannig með koffínið að þó svo að við séum sumir segja, ég get alveg drukkið koffín á kvöldin og næja að sofna, það skiptir einhver máli en það getur samt sem áður vel verið að koffínið sé hafa áhrif á svefngæðin þín þó svo að þú náir að sofna af því að svefngæði skipta alveg jafn miklu máli og svefntíminn og það er þetta við sem að fá djúpsvefn og við sem að fá draumsvefn og ef að líkaminn okkar er í einhverju örfiðu ástandi þá erum við ekki að fá eðlileg svefngæði og þetta sjáum við ef við erum að drekka mikið koffín, ef við erum að borða mikið sykur, ef við erum að drekka áfengi, tóbak og ýmis lyf og annað sem að hafa þessi áhrif að svefngæðin er ekki þau sömu. Þannig að í rauninni kaffibolli á kvöldin, verri svefn, þú vaknar þreyttari, farið meira koffín, verri svefn. Það verður bara vítarhingur. Það er vítarhingir allstaðar maður. Algjörlega, það er vandlifað. Mér langaði, það er á svo mörgu að taka hérna, mér langaði að ræða hans betur Ísland við sólarljósið sem við erum að glíma við skortum skammti. Já. Það hlýtur að hafa einhver áhrif eða ekki? Jú, birta hefur mjög mikil áhrif á dægursveiflun okkar og svefn og vökukerfi líkamanns og það er út af þessu Það er þetta svona circadian rhythm. Já, og það er út af þessu hormóni, melatonín, sem er svona hálfgert svefnhormón og byrjar að myndast í blóðinu á kvöldin þegar að fer að myrkva, veldur syfju og hjálpar okkur að sofna. Því síðan þegar við vöknum og dagsbirta berst til augnanna að þá temprast melatonínnið og orkan eykst og það verður auðveldara að vakna. En við auðvitað búum við þessi yktu birtuskilyrði. Hér er bjart nánast alla sólarhringin yfir sumartíman og tölur sína það að Íslendingar sofa minna á sumrin og eru minna þreyttir og það er út af þessari birtu en það er samt mikilvægt fyrir okkur eins og á kvöldin, á sumarkvöldum að byrja sjálf að myrkva í kringum okkur, minnka ljósmagn, draga fyrir gardínur ef við erum úti á sumarkvöldum að setja upp sólgleru þannig við séum ekki að taka inn alla þessa birtu og passa okkur á því að vera með góð gluggatjöld þar sem við sofum sem að hleypa helst engri birtu inn. Og svo er það skammdegið að þegar allt myrkrið er að þá eru líka mjög margir sem finna fyrir orkuleysi og sleni, maður er lengi að koma sér í gang á morgnana og það getur verið vegna þess að við erum með þetta melatonín, þetta svefnhormón í blóðinu langt fram eftir morgni, þangað til að það fer að birta.
og það skiptir rosa miklu máli að reyna að komast út þegar það bjart eins og í kringum hádegi, þessa stuttu dagsbirtu sem við fáum að reyna að nýta hana og síðan þessi dagljós líka mjög sniðug, svona dagljósa lampar sem eru viðurkennd lækningatæki sem að líka eftir dagsbirtu, þau eru að ná styrkleika sem hann kallast 10.000 lux og þetta rosalega skær birta og þá að hafa sömu áhrif á þetta melatonin hormón eins og það að fara út í birtu. Þannig að ef maður sest fyrir framan svona ljósum leiðum að vaknar, þá ætti melatonin að lækka í líkamannum og orkan að vera fljótar að koma upp og einbeitingin sömuleiðis. Og það fjöldi allra vísindarannsóknum sem að styður þessa notkun og ég held að þetta sé bara svakalega vannýtt hérna á Íslandi. Þetta þá, maður myndi þá bara byrja þetta leiðum að vaknar eða? Já, bara... ekki líka, já, ég með svona lampa sem að lýsir alltaf meira og meira líkir eftir sólarupprás. Já, það þessar vekjaraklukkur, það svona birta herbergi smám saman og flestum finnst auðveldar að vakna þegar það bjart og eru þá kannski ekki að freistast þess að vera að snúsa jafn mikið. En þessi lampar eru aðeins frábrugnir því þeir ná mun meiri styrkleika þannig að þessar vekjarklukkur eru ekki með þessar vísindarannsóknir á bakvið sig og ekki að ná þessum 10.000 lux styrkleika eins og dagljósalamparnir en bara eins fljótt að maður getur eftir að maður vaknaður og að vera með lampan í sjónsviðinu, það þarf ekki að sitja og stara neitt inn í þetta ljós. Ég til dæmis með þetta bara morgunverðarborðinu heima hjá mér og við sitjum bara þar og erum að lesa blöðun og borða morgunmat og börnin mín kalla þetta orkuljósið, þau bara sogast aðeins á morgnana, þannig að þetta hefur alveg mikil áhrif og maður finnur það bara sjálfu sér, ég finn það vel þegar ég nota ekki lampana, ég lengur að komast í gang. Já, þannig ég reyni bara reyna að vera með þetta svona yfir morgunrútínuna og þarf ekki að setjast fyrir framan og horfa á þetta í hálftíma eða... Nei, bara þetta sé svona í bara svona augsviðinu þarna morgunin. Og hvað ert þú svona fleira að gera til þess að díla við skammdegið? Sko það eru lamparnir og það er að reyna að vera úti við, það skiptir auðvitað miklu máli að reyna. Gerir það að fara bara út í hádegisliðinu og taka standi í storminum í svona 10-15 mínútur? Já, taka göngutúr, taka líka stundu bara ef maður á hádegisfund að taka hann á bara röltinu, að komast úti í birtuna, það skiptir svo rosa miklu máli, snjórinu þetta hjálpar þegar hann líka til staðar. Já, rosalegt endurkast á honum. Já, algjörlega, þannig að hann gerir okkur gott og svo bara huga vel að sér og og einhvern veginn að reyna líka að vera með jákvætt viðhorf. Þú veist þetta, við búum á Íslandi, það dimmt hér stóran part af ári en við erum að koma heim og vinna klukkan 4 og það dimmt en það samt að ennþá 3. deginum eftir og það fullt sem við getum gert, þannig við getum alveg farið út þó að það sé myrkur og nýtt daginn. Já, en ef maður ætlar að vera í koffíninu og þess aftar, hvað ber svona varast? Það er náttúrulega að reyna að drekka þetta ekki undir lokdags. Já. Og þetta hræðilegar tölur helmingunartíman. Maður vill helst ekki vita þetta. Sko. Nei, þetta er náttúrulega rosalega lengi að fara úr líkamannum. Helmingunartíminn 6 klukkustundir. Sem því rauninu þá, ef þú tekur 100 milligram, eftir 6 klukkutíma orðið 50, eftir 12 klukkutíma orðið 25. Akkurat. Maður bara búin að tapa eftir fyrsta bolla. Sko. Það er svolítið svoleiðis og þess vegna erum við að mæla með því að fólk reyni að forðast koffíneyslu eftir hádegi. Fái sér morgunbollan og kannski eitt út komin í vinnuna en reynir svo bara að hætta þessu eftir hádegi og ég held að koffíneysla sé á stóru leyti rosa vanatengt. Ég finn það bara hjá sjálfur mér að maður mætir á fundi og það er alltaf fyrsta sem maður boðið kaffi og maður bara segir já, maður er vanur þessu og maður síðan kannski 10 fundi við daginn og er alltaf búin að drekka 10 kaffibolla. Þannig að líka bara reyna að skapa sér nýja venjur, fá sér frekar vatn eða koffínlaust te eða eitthvað slíkt. Já, einmitt. Varast koffínið þegar líða tekur á daginn? Já, helst bara eftir hádegi. En hreyfing, er ekki líka talað að hún getur verið að einhverju leyti of örvandi nálægt svefni? Jú, sko hreyfing almennt hefur góð áhrif á svefngæði og dregur úr líkum á svefnvanda en við þurfum að passa okkur á hreyfingu á kvöldin og það tengist dægursveiflu líkamanns og þessum svona dægurtakti. Þannig að það er talað sko 2 til 4 tímum áður en við förum að sofa eigum að forðast hreyfingu og þetta er svolítið stórt bil en ástæðan kannski að það fer eftir ákefð hreyfingarinnar. Þannig að 2 tímum áður en við förum að sofa getur verið í lagi að fara í göngutúr eða taka rétta jógaæfingar eða teygjur en ef við erum að fara í spinningtíma eða út að hlaupa 10 kílómetra að þá myndum við vilja láta líða 4 tíma. Bara svo að maður sé ekki einhvern veginn gíraður upp eða? Já, í raun og veru tengist þetta líka hitastígi líkamanns af því að það verður svona hita losun á kvöldin í líkamannum þar sem að líkamshitin lækkar og það veldur syfju og hjálpar okkur að sofa og sofna líka og ef við erum að hreyfa okkur þá erum við að seinka þessu ferli þannig að við erum lengur að sofna og að tengja margir við þetta sem að sérstaklega til dæmis þeir sem eru að hlaupa Powerade-hlaupin sem eru seint á kvöldin, keppnishlaup og adrenalíni flæðir ofan og allt annað sko, það er ekkert auðvelt að sofna þegar þú kemur heim úr þannig. Nei, það er ákveðin klikkun líka í allum þessum stormum sem eru búin að vera núna sko, þetta vekur mann hressilega upp. Já, nákvæmlega. Og er þá líka þarna, það er oft talað með þennan kulda, þessi, hvað segir, hita losun.
Það talaði að sé betra að sofna í köldu herbergi, eða kaldara herbergi. Já, þetta tengist einmitt líka hitastig líkamans. Líkamshitun okkar er að ná algjöru lágmarki undir morgun, svona milli 4 og 5 á nóttinni. Fólk sem hefur unni nætuvaktir, það þekkir örglega tímapunkt á nætuvaktinni vel, þar sem að maður verður ofboðslega syfjaður, sækir að manni hrollur, það er rosalega erfitt að halda sér vakandi, en svo líður tíminn og klukkan verður 6 og 7 og allt í einu er maður rosa hress, kemur heima nætuvaktin klukkan 8 og jafnvel getur ekki sofnað þó maður sé búin að vaka lengur og þá er líkamshitun farin að hækka og hann örvar okkur og hjálpar okkur að vakna. Er það að maður bara hittir inn á þessar sveiflur í líkamsklukkunni? Já. Og þú bara getur, þar eru það sterkar að þið bara allt í einu líður bara eins og getur ekki sofnað þó svo er búin að vera að andvaka í 24 tíma. Algjörlega, það eru svakalega sterkar og þess vegna er mælt með því að hafa svalt loft í svefnherberginu og það er talað 16-19 gráður sem er kalt svona inniloft að þannig séu svefngæðin okkar best í algjöru myrkri og frekar svölu lofti. Vá, það er, ok, ég er endur ekki hugmynd hvert svona meðal loft er inn í herbyggi, er það miklu heitar? Já, það er svona 22-23 gráður myndi örgulega halda. Já, ok, þannig að það er alveg að vera opingluggi þarna í þessu herbyggi. Líka bara til þess að fá hreyfingu á lofti þannig að við séum ekki að sofa í svona dauðu og súrefnisnauðu lofti. Við getum bara að vakna með höfuðverk ef við sofum í þannig lofti. Út af vorum að ræða hans lyfin á hann og þú nefndir hugræna atferlismeðferð fyrir svefn. Hvernig virkar það eiginlega? Þarna er svolítið gengi út af þeirri hugmyndafræði að það sé eitthvað í okkar eigin venjum og hugsunum sem sé að viðhalda ákveðnum vítaring sem við erum föst í. Er það ekki í rauninni grunnhugsun á bakvið hugræna atferlismeðferð? Og þegar það kemur að svefni að þá er í raun og veru svefnmynstur fólks kortlagt bara frá A til Ö. Þannig að fólk heldur mjög nákvæma svefndagbók á meðan á svona meðferðstendur þar sem að bæði heldur utanum upplýsingar yfir daginn, koffíneyslu, hreyfingu, streitu, bara hvað maður er að gera yfir daginn og síðan hvernig nóttin er þannig að maður kortleggur svefnmynstrið mjög nákvæmlega og svo er í raun og veru farið yfir alla fleti daglagslíf sem að hafa áhrif á svefn. Svefnrútínuna, svefnumhverfið, hreyfinguna, mataræðið, streituna. Við þurfum að vinna með alla þess að þætti samtímis til þess að bæta svefn og þetta kostar alveg vinnu og það er erfitt að breyta venjónum sínum en fólk finnur það rosalega fljótt þegar það fær betri svefn að það er algjörlega þess virði að því það er líka mjög erfitt að vera vansvefta og það hefur svo mikil áhrif á bara lífskeið okkur og líðan til lengri tíma þannig að það er alveg þess virði að gefa sér nokkra vikur og vera svolítið harður við sjálfan sig og beita sig aga til þess að uppskera það að sofa betur. Freistandi að taka bara eina svefntöflu í staðinn. Það er svolítið freistandi og margir sem falla í þá freistingu en því miður þá erum við bara að fá svona lakari svefngæði og ýmislegt svona óæskilegt með. Sko. Já, ég alveg bara fyrst á sveiði yfir þessum svefnlyfjum eftir að ég hlustaði á Walker hérna að tala um að þetta væri ekkert svona öflugt sko. Þú ert ekkert að raunverulega sofna við að fá svona svefntöflu. Nei, þú ert ekki að gera það neitt sérstaklega gott. Þetta getur alveg verið gagnlegt ef við lendum í áföllum eða veikindum og bara missum svefn mjög skyndilega og þessi lyf eru hugsuð þannig og bara samkvæmt klíniskum leiðbeiningum þá að aldrei að nota svefnlyf lengur en 2-4 vikur. En hér erum við að nota þau svo mánuðum og jafnvel árum skiptir sem hafa verið á svefnlyfjum í áratugi sem eru þetta alls ekki í lagi. Já, þetta er væntanlega ávanabindandi. Já. Leið og fer út á spórinu þá leitar þau alltaf við þetta frekar heldur en að fara í einhverja allsherjar naflaskoðun á svefnrútínu. Já, algjörlega. Svo myndar þól þannig að þú þarft að stækka skammtana eða breytum lyf til að viðhalda virkninni þannig að þetta getur orðið bara sjálfstæður vítarhingur og ég hef verið með sjúklinga hjá mér sem að stilla vekjarklukku meðan nætur til þess að vekja sig til að taka svefntöflu til þess að forðast svefnleysi undir morgun. Þannig að þetta er oft orðið mjög steikt mynstur. Hafa þau pröfað að segja þetta uppátt eða þetta hljómar bara? Þetta hljómar mjög skringilega, já, það gerir það. En svo að halda svefnrútínu og þá er alltaf að tala mikilvæg þess að sofna og vakna á réttum tíma eða sama tíma segi segjum sér svo að maður þurfi að sofna seinna er þá gott að vakna samt á sama tíma og þú myndir eðlilega að vakna eða viltu reyna að teygja svefntímabilið eitthvað lengra? Ef þetta er svona tilfallandi þá myndi ég bara halda rútínunni fara bara fætur á sama tíma eiga þá bara einn dag þar sem þú ert aðeins með minni svefn og ert að keyra og örlítið minni orku það er það sem okkur hættir svo til að gera þegar við eigum erfiða nætur eða sofum illa þá viljum við bæta okkur einhvern veginn upp ég ætla að sofa aðeins lengur eða ég ætla að leggja mig ég ætla að fara fyrr að sofa í kvöld og þetta er rosalega eðlilegt, þetta er eðlileg viðbrögð við svefnleysi en þetta er eiginlega akkurat það sem að festur okkur inn í ákveðnum vítarhring því þetta er svo skammgóður vermir þetta vindir svo fljótt upp á sig þannig það er best bara að halda aga og bara fara á fætur á þeim tíma sem maður er vanur að fara á og svo bara fara að sofa næsta kvöld á eðlilegum tíma. Já, mér finnst nefnilega svefnin svo viðkomur fyrir þessum vítarhringjum eins og það bara að þú veist, segjum að maður dotti óvart kvöld
þú ert aldrei að fara að geta sofna á sama tíma og ert vön að sofna og þar leiðandi ertu vakandi lengur og þú veist, hættir til þess að sofna, eða að sofa út og þá ertu byrjað svona raska rútínunni og þetta er orðið bara eins og búið að koma svo oft þetta fram, bara algjör vítarhingur. Algjörlega. En er þá bara í rauninni mögulega lausnin að bara harka þetta svolítið, bara þú vakna bara á þessum tíma og þessi dagur verður erfiður en bara við ætlum að byrja á því að byggja upp þessa rútínu? Ekki spurning og sérstaklega þegar maður er kannski búinn að snúa sólarhringnum við og er komin í óheilbrigt svefnmynstur, þá er það bara ofta besta sem maður getur gert. Ég á það bara 1-2 nætur sem ég sef bara mjög lítið en ég fer bara snemma á fætur, passa mig á því að sofna ekki yfir daginn og við eigum öll svona orkudýfur yfir daginn, ákveðna tímapunkta sem að við verðum þreyttari og okkur hættir til að sofna og passa sig þá að planta sér ekki í sófan á þessum tímapunkti, heldur fara út í göngutúr eða vera á hreyfingu, þannig við séum ekki að lenda í því að dotta einmitt yfir fréttunum á kvöldin eða eitthvað slíkt sem er þá að fara að skemma næstu nótt. Já, erum við ekki líka alltaf að sveiflast í orkustíi eins og sveiflurna sem er í svefninum? Er það ekki eitthvað, líkamsklukkan er alltaf upp og niður? Jú, algjörlega, og það er eins og í svefninum, þú veist, þá erum við með þessa 90 mínútna hringi í raun og veru. Er það satt? Já, það er satt. Ok, og hefur einhvern tíma miðað svona, eða myndir þú mæla með því að maður miði út svefnin við 90 mínútna lótur? Já, sko, ef við erum að vakna sjálf og náttúrulega, að þá erum við vilt að vakna upp úr léttum svefni og það er svona þegar við erum að koma upp úr svefnhringjónum okkar. Og við erum flest að fara kannski 4-5 svefnhringi yfir nóttina en það er þannig að hver svefnhringur inniheldur öll svefnstigin en það er hlutfallslega ólík samsetning eftir hvenær nætur hortir á, þannig að fyrripart nætur þá er hlutfallslega mest af djúpasvefninum, þannig að þar eru við í svona fasta svefni og ólíklegt að við séum mikið að vakna. Síðan seinnipart nætur þá er svefnin okkar miklu meira í léttum svefni og draumsvefni og það er miklu betra fyrir okkur að vakna þannig eigum við auðveldara með að vakna og ná upp orku og annað og þegar vekjarklukkan okkar hringir á morgnana þá eru alla líkur á því að við séum í léttum svefni af því hann er ríkjandi undir morgun. Ef að við hins vegar förum að snúsa, láta hann að hringja aftur eftir kortið 20 mínútur, þá erum við svolítið að blekkja heilan og líkamann af því við förum aftur á byrjunarreit og erum rosa fljót niður í djúpasvefnin. Þannig að svo kannski hringja klukkan eftir kortir og þá erum við bara alltaf miklu þreyttari því þá erum við að vakna upp úr djúpasvefni og ef við erum vakin upp úr djúpasvefni þá getum við verið bara mjög lengi að komast í gang og jafnvel bara á einhverjum óþægilegum takt allan daginn. Þannig að það er gott að bara reyna að stilla klukkuna á þann tíma sem við viljum vakna og að því hún nefndir þess að ljósa klukku á þann þá er hún alveg mjög sniðug af því að þegar það fer að birta í svefnumhverfinu okkar þá þetta fer svefnin að léttast á sama skapi þannig að við vöknum frekar náttúrulega og ég með svona klukku sjálf og ég er vilt vöknu 5 minútum áður en hún hringir bara af því það er orðið svo bjart og þá er maður að vakna þetta bara sjálfur. Það er líka með eitthvað, það hljómar eitthvað svo heilbrigt sko, frekar heldur en að láta eitthvað tæki öskra á þig og eitthvað svona kippa þér í gang sko. Já, nákvæmlega. Eru vekjaraklukkur alveg heilbrigðar eða? Já, ég held það nú alveg. Ég held að bara í nútíma samfélagi sé erfitt að komast af án þeirra. Einmitt. Þannig að ég hugsa að sé allt í góðu að nýta vekjaraklukkur en ég held að sé mjög gott að vera með svona birtustillingu og nú er það líka bara komið inn í ljósin oft á heimilum að við getum stilt þau þannig, svona snjalljós að þau farið að kveikja á sér og birta. Nákvæmlega. Þannig að það er mikilvægt að fá ljós strax á morgnana. Já. Það er þannig, við viljum hafa myrkur á kvöldin og birtu á morgnana, það er svolítið reglan, þannig að því meiri birta á morgnana því betra og því meira myrkur á kvöldin því betra, þannig að það er gott að hafa þetta hugfast. En eru að tala um að bara bursta tennurnar með slökktljósin eða er þetta? Kannski ekki alveg svo það er einhver millivegur, það er einhver millivegur en bara litla birtu, daufa, þægilega birtu og eins ef við vöknum á nóttinu og erum að fara að pissa eða eitthvað ekki fara að kveikja öll ljós. Það sendir bara skilabóð til líkamans. Já, það bara temprar melatoninið sem að vekur okkur upp. Magnað maður. Það er af mörgu sem þarf að taka í þessum svefnfræðum. Já, þetta er ótrúlega magnað og flókið ástand. Ertu öguð í þessu sjálf? Já, ég er það og eftir því sem ég læri meira því agaðari verð ég og Þú ert vantarlega með stöðuga svona remindera hvað þetta er mikilvægt. Já, algjörlega og ég er algjörlega búin að heila þú heimilismeðlimina, ég á 4 stráka og 2 á úlingsaldri og 1 leikskóla og 1 grunnskóla þannig að ég er mjög duglega að innprenta þetta þar og passa það að þeir séu meðvitaðir þetta frá bara barnæsku að því ég held að það sé líka svo mikilvægt. Það er rosalega erfitt að byrja allt í einu með úling sem er 17 ára og hefur haft bara allt frelsi og síman og náttborun og allt þetta, allt í einu að fara að setja rosa ramma og reglur hjá honum. Já. Við þurfum að byrja strax meðan börnin okkar eru lítil og við verðum að vera fyrirmynd við foreldrarnir því við erum ofta ekkert skárri sjálf, erum í símanum á kvöldin og allt þetta. Þannig ég reyna að vera öguð og mér veist svona eiginlega það besta sem ég hef gert er að gefa mig frí frá símanum á kvöldin. Það er bara besta ráð sem ég get gefið. Bara fyrir svefnheilsu almennt?
Já, að setja síman bara á silent, koma honum bara í hleðslu klukkan 9 eða 10 og vera ekki með öll þessi áreiti dynjandi á sér allt kvöldið og það var svolítið fyndið að því að ég var sjálf oft í símanum á kvöldin og bara svaf ágætlega og það var ekki fyrir en ég fór að vera svolítið ströng við strákana mína og taka símana af þeim og þeir fóru að benda mér á, heyrðu mamma, þú ert nú oft sjálf í símanum á kvöldin og ert að segja okkur að við megum þetta ekki og af hverju það. Þannig ég sagði, ok, ég bara prófa að gera þetta líka, setjum bara reglu fyrir alla á heimilinu, maðurinn minn er langa erfiðastur í þessu reyndar, að fylgja þessu, en við tökum símana bara alla og setjum það á ákveðin stað og ég hefði bara ekki trúaði fyrirfram hvað það gerði mig gott, ég var bara ekki meðvituð það, bara fyrstulega hvað það mikil tímaþjófur, hvað kvöldi mín fóru bara í ekki neitt og ofta er ég bara ekki að gera neitt og allt í hann var klukkan 12 og ég ætlaði að fara svo klukkan 11 og ég bara að hanga á Instagram eða gera ekkert. Þannig að gefum okkur frí frá þessum áreitum á kvöldin og bara kvöldi verður allt öðruvísi, við náum einhvern veginn að róa okkur og gýra okkur niður og eiga bara betri stundir með makanum og fjölskyldunni. Þannig að ég mæli rosalega sterkt með þessu að bara við þurfum ekki að vera sítengt allan sólarhringinn. Já, og eins og við byrjum að tala með svona dygðina í tengslum við það að sofa lítið, þarna kemur líka inn bara svona eitthvað dygðin við það að vera að vinna á miðnætti og senda e-maila og spurningar eitthvað vinnutengt eða eitthvað svona, þú veist, það bara svona maður vill ekki vera sá sem sofandi, þú veist, auðvitað viltu svara sem fyrst og í rauninni bara vera góður samstarfsmaður eða hvað sem það nú er, en bara, þú veist, ég lenti í bara núna í vikunni, bara að vera að svara einhverju klukkan 1 nóttina og síðan þegar ég vaknaði morgunin, þá var eitthvað sem var að bíða eftir mér, þú veist, klukkan 7 morgunin, þannig var svona með báðu megin við svefnin, bara svona fólk á vaktinni í rauninni. Einmitt, og þessi maður má ekki taka þátt í þessu sko. Nei, og það bara sem betur fyrir mörg fyrirtæki komið með svona stefnu, bara við erum ekki að senda tölvupósta inn á kvöldin og mér finnst þetta bara að vera ákveðin dónaskapur að vera að senda tölvupósta á öllum tímum sólarhrings af því að ef að ég fæ vinnupóst og líti á síma mig klukkan 11 kvöldi þá er ég bara komin í vinnuna, þá er hugurinn minn komin þangað og við verðum að hafa einhver mörg og það eru skilin milli vinnu og einkalífs eru orðin svo óljós með öllum þessum snjalltækjum. Þannig að þetta er ofboðslega mikilvægt og það er ekki dygð sem felst í því að vera að svara tölvupóstum með miðanætur eða vera búin að senda 10 pósta klukkan 6 á morgnana og sem betur fer þá erum við að átta okkur á þessu og við erum búin að fá svona mikilvæga aðila úr viðskiptalífinu til dæmis eins og Bill Gates og Arianna Huffington sem hafa stigið fram og bara þú veist, þetta er ekki í lagi og fólk sem er að vinna hjá mér sem er að senda tölvupósta á þessum tímum, ég vil ekki hafa það í kringum mig, af því að við eigum að sofa á nóttinni og við eigum að fá frítíman og við sjáum bara streitan er svo mikil í samfélaginu, kulnunin og allt þetta, ég veist að þetta sé stór orsakaþáttur þar, öll þessi áreiti sem dynja á okkur og okkur finnst við vera ómissandi og við þurfum alltaf að svara strax, við erum búin að sjá skilaboðin og hinn aðilin er búin að sjá að við erum búin að sjá, þetta er svo mikið pressa, þetta er hræðilegt og bara vini mínir og vinnufélagar lærðu það að fljóta, þú veist, ég svaraði mig eftir 9 kvöldin og það er allt í lagi, ég missi ekkert af neinu, ég sé þetta bara morgunin og við þurfum ekki alltaf að svara bara samstundis. Nei. Og út á nefna hana Arianna Huffington, hún talar bara 8 tímar og það er heilagt, bara, þú ruglar ekkert í því. Nei, en hún svona náttúrulega bara klesti sjálf á vegg, hún var svona þetta bara áberandi kona í viðskiptalífinu í New York og svaf lítið og það er ekki fyrir að hún bara dettur fram á skrifborðu sitt og kjálkabrotnar af svefnleysi og bara liggur í blóðu sínu á gólfinu á skrifstofunni að hún vaknar upp og fyrir allt í hugsa það er eitthvað í lífinu sem ég er ekki að gera rétt. Og hún fyrir að taka svefnin í gegn og hún bara sér hvað það er að skila henni, hún hefur aldrei verið afkastameiri og bara gengi betur eftir hún fór að setja svefnin í forgang. Þannig að þess vegna fór hún í þessa miklu herferð að benda fólki á það þetta er sem skiptir máli og hættum að hafa það sem eitthvað merkjum dugnaði með þetta að vera að svara tölvupóstum allan sólarhringinn, því það er það svo sannarlega ekki. Og er þetta ekki líka þannig að þú veist, maður heldur að maður sé að eyða meiri tíma í vinnunni sama sem meiri afköst en þú vilt frekar eyða færri góðum klukkutímum mjög afkasta meiri og sem sagt búin að sofa betur? Algjörlega og líka bara sko öll þessi áreiti þau eru svo athygliskrefjandi og þau taka einbeitinguna frá okkur. Ég held líka bara almennt að við erum alltaf götn á því að vera að vinna í mörgum hlutum í einu. Við erum með 10 tapa að opna á tölvun okkar. Við erum að vinna í einhverju ákveðinu, svo kemur allt inn tölvupóstur. Þá erum við farin að svara honum. Og svo fyrir við aftur að vinna í skjælinu og það tekur okkur smá tíma að setja okkur aftur inn í það sem við vorum að gera. Þess vegna er svo gott að bara minnka allar þessar tilkynningar sem við erum að fá. Ákveða freka bara, ég kíkja á tölvupóstum á 2 tíma fresti og svara þá. Við erum orðin einhvern veginn þannig og við þurfum að bregðast við öllu bara samstundis og það er mjög streituvaldandi. Já, það er ekki boðlegt. Nei. Maður þarf að stoppa þetta einhvers staðar og það er kannski fínt að byrja bara hjá sjálfum sér að vera ekki að senda einhver skilaboð svona sent á kvöldin og þar leiðandi ekki heldur vera að svara þeim. Algjörlega. Leyfa sér það bara. Já, maður á að leyfa sér það.
Herru, þú ætlar að halda erindi með kónginum í svefnbransanum, Matthew Walker. Hann ætlar að koma til Íslands. Hvað erum við að fara að tala þar? Já, það náttúrulega bara algjörlega frábært og magnað að vera að fá hann og við erum búin að vera vinið í lengi að fá hann. Þú ert að segja mér að þú ert að kenna upp úr bókinni hans eða eitthvað byggt á hans skrifum. Ég er með kurs í HR, valkurs svefn, það sem að bókin hans er svona námsefni sem við erum að nýta, þannig að það er ótrúlega gaman og þetta er bara frábær bók og frábær vísindamaður og hann er náttúrulega æðislegur fyrirlesari og hefur haldið fyrirlestur allan heim og er ofboðslega eftirsóttur þannig að það er mjög erfitt að fá hann, þannig að það er bara fylgur heiður að hafa fengið hann til Íslands og við ætlum að gera þetta bara risastórt og verðum í Eldborgarsalnum í Hörpu í október þar sem við ætlum að vera með 3 tíma ráðstefnu svefn og þetta verður bara svona eye-opening viðburður þar sem að fólk bara fær svona vonandi bara vitundavakningu beint í æð mikilvægi svefns og hann verður með erindi þarna og ásamt íslenskum fræðimönnum. Ég ætla sjálf að vera með erindi þar sem ég er að fókusera á konur og svefn og það er út frá bók sem ég er að skrifa konur og svefn. Er einhver önnur lögmál sem gilda þar? Já, það er bara rannsóknir benda til þess til dæmis að konur þurfi lengri svefn en karlar sem er mjög áhugavert og svefn vandamál eru ólík hjá okkur. Við göngum í gegnum ýmis tímabil í lífinu sem að hafa áhrif á svefnin, hormónabreytingar sem að tengjast tíðahring, tíðahvörfum, barneignum og brjóstagjöf. Og þetta skiptir máli og þessar kenningar af hverju konur þurfa lengri svefn finnst mér mjög áhugaverða pælingar af því að til dæmis er það svona ein kenning sem er frekar hátt skrifuð að konur séu meiri multitaskarar og það sé flóknari heilastarfsemi og þurfi meiri úrvinnslu. Þetta er ekkit vinsæl kenning hjá öllum en þetta er svona eitt af því sem er verið að pæla. Þannig mér finnst þetta mjög spennandi að rannsaka svolítið konur og svefn og streita er aðeins algengar hjá konum og svefnleysi sömuleiðis. Þannig ég ætla svolítið að taka þennan vinkil í mínu erindi. Og svo verður hérna erindi svona áhrif syfju á frammistu okkar í daglegu lífi og svona lúmsk áhrif syfju sem við kannski föttum oft ekki og svo ætlum við aðeins að taka börnin og úlingana og svo verður hann þetta kóngurinn sjálfur með stærsta erindið og bara svona heildar yfirlit af hverju sofum við og hvers vegna skiptir þetta allt svona miklu máli. Já, þetta er svo einföld spurning af hverju sofum við, bara, maður er bara þreyttur og hvað, en síðan var þetta svo skýrt þegar hann byrjar að lista upp sko neikvæðu þætti þess að sofa ekki og síðan einmitt jákvæðu þætti þess að sofa og bara, eins og þú ert bara að nefna alla flóruna vandamálum sem hægt er að leysa með þessu og líka það sem neikvæðu hlutin sem verður til að því að sleppa svefnunum og hjó svolítið eftir því og segir 10 sinnum líklega til þess að vera þunglindar eða ekki, þú veist það bara þetta er aðeins svo stórt til þess að líta fram hjá því sko. Algjörlega og það er bara svo gott að velta því fyrir sér. Við eyðum við verjum þriðjungi ævinar í það að sofa. Þannig að þetta eru 30 ár hjá meðal mannum sem fer í það að sofa yfir ævina og það hlýtur að vera góð ástæði fyrir því að 30 ár af líf okkar fari í það að sofa. Já og líka þessi survival mekanismi að vera alltaf að leita hættum og allt svoleiðis og vera á varðbergi en síðan allt í einu sopnum við í 8 klukkutíma. Það hlýtur að vera góð ástæði fyrir því að heilin ákveður sleppa á sig svona lengi og það eitt tígristýr myndi væntanlega ráða strax á þig í den tíð þegar þú ert sofandi sko. Akkurat, en þetta er sterkara einmitt í survival kerfinu heldur en það að vera varðbyggi kakar tígristýrinu þannig að við getum séð einmitt hversu rosalega mikilvægt og rótgróið þetta er. Þetta er rosalegt. Herðu Erla, ertu með einhverja svona auka punkta gagvart varðandi betri svefngæðum fyrir hlustendur svona undir lokin? Ég bara kannski númer 1, 2 og 3 að setjum svefnin okkar í forgang. Við fáum það margborgað ef við gerum það. Reyna að hafa reglu og ramma í kringum svefnin. Passa okkur á öllum þessum áreitum. Passa okkur á streitunni. Forðast streituvaldandi áreiti á kvöldin. Þegar við leggjumst á kottan á kvöldin þá vill hugurinn fara á flug og ýmsir hlutir fara að poppa upp í hugan sem að valda okkur kvíða og halda fyrir okkur vöku en þarna er rökhugsunin okkar sofnuð. Það er ákveðin svæði í framheilunum sem fara að sofa undan okkur sem að stýra rökhugsun og skynsemi þannig að það kviknar í öllum áhugjum á kvöldin þannig að ekki nýta kvöldin til þess að fara yfir ógreita reikninga eða leysa erfið deilumál við makan eða eitthvað slíkt þegar við erum bara illa fær til þess á þessum tímapunkti. Það er bara raunverulega séð að það er einhver framheilin eða hvað sem er bara að slokna á honum meðan allt hitt er í gangi. Það er nefnilega sko dægursveifla í heilanum líka og það sloknar á þessari heilastöð og það tengjur allir við það að leggjast á kottan og allt í einu er maður bara andvaka yfir, þú veist, barnaafmæli sem maður er að fara að halda eða maður glemdi að senda tölvupóst eða borga eitthvað reikning svo daginn eftir þá einhvern veginn lítur þetta ekkert svona illa út. Einmitt, maður bara, já, var ég alveg að pæla í þessu? Akkurat. Áhyggjufullur hérna í gærskvöldi. Einmitt, og það er að því að rökhugsunin ekki til staðar, sko. Þannig að þetta er rosa slæmur tími til þess að vera að pæla einhverjum áhyggjum. Já, fara bara frekar að sofa. Nákvæmlega.
Þetta gott. Doktor Erla Björnsdóttir, 1000 takkir fyrir að koma og Matthew Walker hvenær heldur þú og hann erindið ykkur? Já, það 19. október í Hörpu og við byrjuðum með söluna núna í vikunni og við erum bara að fylla fyrsta viðburðin sem náttúrulega bara magnað, þannig að mögulega verða þið 2 og það allar upplýsingar inn á Betri svefn á Facebook eða Instagram. Betri svefn, Facebook og Instagram en ekki samt kíkja það á kvöldin. Síminn að farin. Erla, takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir.